Í verkum mínum velti ég mikið fyrir mér hversdagsleikanum og svona kannski fáránleika og absúrdleika hversdagsins og reyna að koma því til skila á svona ljóðrænan og kómískan hátt. Og verkið þannig að þetta fer svona koll af kolli, þetta eru 3 sögur í raun og veru og þegar ein saga búin þá tekur næsta við og svo næsta. Svona þetta. Svona verðum við til við mannvirkjum. Smiðurinn sagar og smiðurinn smíðar. Verkið gerist í svona típísku norrænu umhverfi, þar sem við nýbyggt hverfi, þar sem hverfið sjálft upp á hæð og það svona rammað inn af svona járnkörfu vegg sem umlykur veg sem fer upp þessi hæð. Og það fyllt af graníti og þetta virkar eins og svona hálfgert virki. Það ung kona sem stendur hérna og starir á mig. Hvað ætlum sé að hugsa þegar hún horfir á milli steina? Veggurinn sjálfur, eða þetta virki, sögumaðurinn í verkinu sem að velta fyrir sér tilurðinni hvað það að vera staður og svona að rýna í það sem að fólk að gera í kringum sig. Og í hverju verki endurgeri ég atburði úr hversdagsleikanum sem að ég hef skrásett hjá mér sem gerist einhvers staðar annars staðar en heimafæri á þennan stað. Og út frá þessum atburðum sem eru svona létt súrrealískir eða absúrd, þá veltir þessi veggur fyrir sér hvað fólk að gera og hvaða áhrif það hefur á sig og hvaða áhrif staðurinn, hann sjálfur, hefur áhrif á fólkið og svo framvegis. Og ég hef mikinn áhuga á svona einhverjum stöðum í borgarlandslaginu þar sem að maður þarf að velta fyrir sér hvernig fólk hrærist einhvern veginn í og í kringum þessa staði, af því þeir eru oft nýir og borgin stækkar miklu hraða og ég reyni að leita að einhverju sátt við þessa staði í verkunum mínum. Einhver sagði að regla númer 1 í hjólreiðum væri að vera ekki í of stórum fötum. Hann eins og skúta þessi.